og við ætlum að finna hvar þessi próf hérna liggja á innunni, skoðum sjá. Ég ætla að hérna opna þann stað hjá okkur. Og það hér, sem sagt, í efni, rögg 202. Og hér eru sem sagt eldri próf, gömul próf, og það gott að fara yfir þetta tvennt mismunandi því að þetta er ýmist að fjalla straumi eða spennu og þetta eru lausnir á tveimur prófum. Þetta eru viðameiri próf heldur en að kemur núna af því að þetta var gagnapróf og er ekki eins ítarlegt núna. En það sem ég að fara í, það er hérna, það er að allir hafa aðgang að þeim prófum og þessum tveimur próf úrlausnum. Og þetta er neðra prófið og efra lítur út þá svona. Þá byrjar efra lítur út svona, það er eldra og þar er verið að spyrja til dæmis spennumerki og í fyrstu spurningunni, en hérna í síðara þá er verið að spyrja straummerki. Þannig að það er svona fjölbreytt spurningaval sem við förum yfir. Við skulum byrja hérna á eldri spurningunni hérna. Það er spurt hérna hvaða kosti hefur -10 til +10 volta spennumerkið fram yfir 0 til 10 volta merki. Og málið er það að við sumar hraðastýringar þá getur maður verið með mismunandi snúningsátt og þá er 0 voltinn, þá er mótorinn kyrr, en svo getur maður láta hann snúast í sitt hvora snúningsáttina ef maður fer til dæmis í mínus spennu inn á hraðastýringuna með mínus merki, spennumerki, þá getur hann til dæmis snúist til vinstri, en ef hann er með jákvætt spennumerki, eitthvað upp í +10 volt, þá hérna myndi hann snúast til hægri. Þannig að þarna gæti maður verið að velja hvaða snúningsátt maður er að vinna með. Þannig að það er til dæmis kostur, svo að þetta væri rétt svar við því. En spennumerkin, eða sérstaklega lág spennumerki, eru viðkvæm fyrir utanaðkomandi truflunum, sem sagt rafsviði og kraftársköplum og sem eru þá að vera að rjúa með segulrofum og svoleiðis, og þá geta komið truflanir inn á þessi merki, spennumerkin. Þannig að straummerki, það er svona miklu öruggara merki heldur en þessi spennumerki. Og þetta hérna er allt saman rangt, sko. Í 0 volt getur komið fyrir í þessu merki hérna, spennumerki, og þess vegna getur þetta ekki tryggt vöktun á sambandi á milli staða. Það er ekki hægt. Það er bara hægt í rauninni með merki sem er stöðugt með einhverju gildi eins og 4 til 20 milliamperinn. En við getum líka haft til dæmis þá 2 volt alltaf stöðugt inn á, og ef það dytti inn í 0 volt þá væri sambandið slitið, en það er ekki þessu tilfelli. En þetta merki þolir í rauninni ekkert meira truflanir en 0 til 10 volta merkið. Þetta er alveg eins. Og gagnvart yfirspennu þá eru þau mjög viðkvæm. En við skulum þá spyrja hitt varðandi straummerkið. Hver eru helstu kostir straummerkis 4 til 20 milliampere? Það er hins vegar að geta tryggt vöktun á sambandi milli staða. Það er vegna þess að við erum alltaf með þessi 4 milliampere í gangi. Þó að sem sagt mælistærðin sé 0. Ef að mælistærðin er 0, þá erum við með, það þýðir að við erum með 4 milliampere stanslaust. Og
og roftíðni eitthvað allt annað og í þessum merkjum þá eru þau að breytast mjög hægt oftast. En síðan varðandi hérna upplausn þá það allt saman varðandi ákveðin fjölda af bitum. Það hefur ekkert með þetta að gera. Sem sagt, upplausnin ræðst af hversu marga bita við erum með í búnaðinn. Ef við erum með 8 bita merki, þá erum við kannski bara með hæsta tölugildi 255. En sem sagt, ef við erum með 12 bita upplausn, þá erum við með 4095. Það þá meiri upplausn þar, eftir því sem við erum með fleiri bita, þá meiri upplausn. Og þá erum við líka með ennþá dýrari búnað, ef við verðum með 16 bita upplausn, að þá erum við bara komin í svolítið dýrari græjur heldur en 12 bita. 12 bita eru oftast nægilega mikil upplausn svona til að nota í iðnaði, þannig að hún mjög algeng og þess vegna ekkert sérstaklega dýr. En ok, nóg það. Engar spurningar varðandi þetta sérstaklega þannig að það getur þá komið upp seinna. Við förum í lið 1-2 hérna, höldum áfram með strömmerkið. Sko, hér spurt eitthvað einhverjar aðstæður, þar sem við erum að fá inn mælingu og það heiltala sem á bilinu 0 til 495 og talan akkurat núna á þessu gildi núna 1280. Þetta þetta tölugildi sem við þurfum að vinna út frá. Og við erum með strömmerkið 4 til 20 mA og við erum með 12 bita breytu, þannig að það þýðir það að hæsta gildið sem við köllum upplausn 4095. Þá þurfum við að finna út hvernig við reiknum hvað þetta ætti að vera í strömmerki. Þessi 1280 tala. Og þá erum við með ákveðna skölun hérna. Við erum með ákveðið merki inn og svo erum við með sviðið á strömmerkinu. Það 4 til 20 mA, ef við draugum 4 frá 20 fáum við 16. Það sviðið á strömmerkinu. Og því að við ætlum að vita hvað þetta mörg milliampere og þess vegna erum við að margfalda það, sinnum akkurat hvað staðan núna. Síðan deilum við með hæsta gildinu með upplausninni 495 og þegar við erum konum með þann stað þá þurfum við að leggja 4 milliampere við því að það lágmarksstraumurinn sem alltaf í gangi. Þetta aðferðin. Sem sagt, merkið 1280 sinnum sviðið 16 mA, deilum með upplausninni 495 og síðan pluss lágmarks straumurinn. Þá fáum við að þarna eru 9 mA og þá hægt að haka við réttan stað hér. Ok, einhverjar spurningar? Þið bara æfa ykkur á þessu, takið mismunandi tölugildi og athugið til dæmis hvaða tölugildi myndi passa við hinn svörin til þess að æfa ykkur. Það hægt. Það lágmark straumgildi, sagði það? Já. Í straummerkinu 420 mA, til dæmis þið eru með þrýstinema eða einhver ferjöld sem gefur okkur þessi straummerki 420, þá alltaf í gangi 4 mA lágmark. Og þurfum alltaf að leggja þau við þegar við erum að reikna svona út. Það málið. Hitt dæmið hérna í eldra prófinu, hvað samsvarar 16 mA stóru tölugildi frá 12 bita breytu, þetta sama hérna upplausn 495 og þá getum við fundið það út svona eða reikna þetta á hinn veginn, þannig að við fáum útkomuna sem sagt 3122 en það líka hægt að setja þetta upp alveg eins og við vorum með bara og prófa þessi gildi og sjá hvort það passar við þessi 16 mA, það líka hægt. Þetta of neðarlega, sjáu þetta betur svona? Já. Ok.
Þannig að ef að þið gangi út frá þessari aðferð, merkið sinnum sviðið deilt með upplausninni pluss lágmarksstraumurinn, að þá getið þið bara prófa að setja inn viðkomandi tölugildi og athuga hvað passar við þessi 16 milliampere. Það er ágætis aðferð. Okay. Jæja, þá förum við í næsta lið, ef að þið eru sammála því. Hér eru truflanir, truflanarvandamál varðandi stýristrengi. Hvaða truflanarvandamál geta orsakast ef skermingu á skynjunarköflum þegar að annar endi skermingar er tengdur til jarðar og hinn er ótengdur? Og í mælinbúna á nemaefninu, ég ætla að fara yfir í hina hitt skjalið. Það er hérna, að finna hérna mynd sem að tilheyrir þessu. Það er nefnilega að þið sjáum það ef að við náum eða næst að fara með þess að rýmt, sjáum við hérna. Ef að þetta er ákveðin tíðni á þessu merki kannski og þá nærða að fara í gegnum ákveðna rýmt til jarðar hérna megin. Þannig að það getur orsaka ákveðin straum. Þetta er náttúrulega riðstraumur. Það fer bara riðstraumur gegnum rýmt. En þetta getur valdið truflunum á mælimerkinu. Þannig að þetta er myndin sem að tengist þessu svari. Þannig að það er truflanir vegna straums eftir skemningu gegnum rýmt til jarðar. Ok. Hér er mögulegt svar truflanir vegna hitastigs breytinga á lagnarleið. Það tengist ekki því ef að annar endi er tengdur til jarðar og hinn ótengdur. Hitastigs breytingar hafa ekki áhrif á það. Við förum í það aftur seinna þegar við erum með til dæmis mælibrú sem getur skekkst vegna þess að við erum með hitastigsbreytingu. Nú, truflanir vegna spennu milli skermis og jarðar, rauninni á það í sjálfu sér ekki að skipta miklu máli. Heldur er þetta bara rýmdin sem að gefur þarna hugsanlega samband með þetta merki eða suð. Þetta suð, það er rauninni bara ákveðin tíðni, riðspenna. Truflanir vegna fjarstýringa sem getur komið inn á skerminguna. Nei, það er líklega dálítið ólíklegt. Ef við skoðum næsta, hérna hitt prófið. Já, þetta er það sama. Þetta var sama spurningin hérna. Tökum þá þéttleikan næst. Hvaða þéttleiki á IP68 þola erfitt umhverfi? Ef við finnum þetta hérna í bókinni, innan stað þar sem að við erum með IP-töfluna, þá er, nei þið er að kunna hana, hún er svo einföld, sem þess að IP67, þá á hann að þola sem sagt að dýfast á 1 meters dýpi, þola það. Var þetta IP67? IP68, þá þarf að skilgreina þar sem ekkert rykk má komast inn og ekkert vatn á eitthvað x metra dýpi og x er tilgreindir metrar. Það kemur það fram hérna neðst að x er þá bara skilgreint dýpi sem að rafbúnaðurinn má fara niður á. X dýpi? Já, 5 metrar, 20 metrar. Já. Og í 67 þá er talað um 1 metra dýpi? Já. Ef það er IP67 þá má hluturinn bara fara niður á 1 meters dýpi. Þá á hann að vera þéttur. Ef hann er merktur þannig, búnaðurinn. En ef það er merkt IP68 þá kemur fram á merkingunni hvað margir metrar. 12 metrar eða hvað sem það er. Það getur verið mismunandi eftir tilverknum bara? Já, bara eftir búnaðinum. Akkurat.
Og hérna er líka, já, IP67, það er á hinu prófinu, já, það er 1 meters dýpi. Og síðan sjáum við hérna, ef að er eitthvað IP66, það er hérna á dekki á skipi, sem sagt skvettuvarið eða hvað sem það er kallað og síðan hérna IPS 55 eða 65 það getur verið alveg þétt gagnvart ryki kannski og síðan líka gagnvart vatni þó að líklega er ekki til nema 55 það er líka tilbúnaður sem er IP56 það er líka til en allavega við erum með mikið af þessum búnaði merktur IP66 eða IP67 það er mjög algeng merking þannig að þið skulið kynna ykkur vel þessa töflu ég hef reyndar látið þessa töflu fylgja með á prófi alveg rétt ok, ef að þessi spurning kemur upp á þá verður þessi töfla með á hvað hátt hérna, já, nú erum við komin í næsta kafla er það ekki líka hér jú, þriði kraftmælingar já, á hvern hátt og með hvaða búnaði er komið í veg fyrir skekkjur í spennumerki af völdum hitasbreytingar í átaksmæliblökk við spilkerfi og þá skulum við finna þetta aðeins hérna í mælbúnaðarnema efninu hvernig þetta er gert hérna sjáum við að það er komið fyrir óvirkum þann nema ef að verða hitastígsbreytingar þá breytist stykkið jafn mikið á lengdar áttina og hérna þvervegin þannig að óvirki þanneminn hann sem sagt eykst eða minnkar viðnámi í honum jafn mikið og virki þanneminn þeir snúa bara sitt á hvað þannig að með þessu, með því að setja það inn í mælibrúna þá verður jafn mikil viðnámsaukning að ofanverðu og neðanverðu í brúni við sjáum þetta á frekar hérna kannski já delta R hérna að ef að þetta er sett beggja megin í brúna þá núllast út áhrifin þannig að rétta svarið er hérna sem sagt að þannig að er komið fyrir á stykki og í mælibrú sem núlla út hita áhrifin ok og þetta er það sama hérna lýstustumáli tilgangi með óvirka þannemanum í átaksnemanum við mælingu átaki á togvéra í spilkerfi það leiðréttir skekkju vegna hitastígsbreytinga og það er akkurat þetta hérna, óvirki þanneminn hann tekur ekki átakið heldur hann er á stykkinu til þess að núlla út áhrif breytingar vegna hitastígsbreytinga á stykkinu stykkið getur þanist út við hita og dreigist sama ef að kólnar eitthvað. Þið þekkið það. Ok, erum við þá búin með kraftmælingaspurningar hérna, já. Og þá er bara stöðumælingar. Hvort er frekar notaður raunstöðugjafi, sjá ég ætla að færa það hingað. Hvort er frekar notaður raunstöðugjafi eða afstæður stöðugjafi ástengdur við rafmótor sem stjórnað er af hraðastýringu. Þegar við erum með hraðastýringu þá er oft gott að geta núllstilt hérna stöðuna. Og við erum oftast þegar að hérna bara núna nú á tíðum þá erum við yfirleitt alltaf með afstæðan stöðugjafa vegna þess að við höfum þennan möguleika að við getum núllaðan hvenær sem er og hann gefur okkur sem sagt AB púls og
stundum setapúls til þess að sýna hvaða púls hvað. Og við getum fundið þetta efni hérna í uppbyggingu iðntölvu. Og svo er spurt líka hérna hver aðalmunur á merki frá afstæðum stöðugjafa og raunstöðugjafa. Að raunstöðugjafinn hann gefur frá sér kóða eins og til dæmis greykóði og það er ekki hægt að núlla hann hefur bara ákveðina núllstöðu, skiljið. En afstæði stöðugjafinn hann gefur frá sér A og B púls með 90 gráða fasviki og við getum núllað stöðuna hvenær sem og látið hann vinna út frá því núlli ef við þurfum á því að halda. Þannig að við sjáum til dæmis eins og hérna í þessu, þá erum við með svona A og B púlsa í merki frá eins og til dæmis frá þessu hérna, en þetta er ekki nákvæmlega kannski staðurinn en þetta hérna höfum við raunstöðugjafa, þar sem er ákveðin kóði á skífunni og hins vegar höfum við þennan afstæða stöðugjafa sem er bara með sem sagt A púls og B púls. Og síðan erum við með svona kannski setapúls til þess að segja okkur hvort er A-merkið og hitt merkið. Þannig að það gefur okkur auka upplýsingar fyrir hraðastýringarna til þess að vita í hvora átt til dæmis mótorinn að fara. Reyndar er hægt að finna það út líka með forriti en þetta merki er mjög algengt að fá inn á hraðastýringar þar sem við erum með ásnefn á mótor og upplýsingarna fara þá beint inn í hraðastýringuna. Þá vitum við nákvæmlega hvað hraðan er og við vitum líka í hvað áttan er að fara. Ok, næsta spurning nema að sé einhverjar spurningar frá ykkur. Það eru nándarskynjarar, almenn atriði. Skynjarinn hérna til hliðar, hann er genanir PNP og það eru bara upplýsingar sem eru gefnar hérna í textanum og teiknaði álag við útgang hans og merktu hvaða spenna mælist yfir transistorinn þegar hann skynjar hlut. Merkja hérna inn á myndina. Og þegar hann skynjar hlut, hann er nefnilega normally open og þá gefur hann samband og þess vegna vitum við það að ef þetta er PNP skynjari að þá er transistorinn að tengja frá plus og niður á merkið. Við skoðum það aðeins í hérna efninu hvernig útgangseiningin er á honum hérna. Hann er PNP þannig að hann er tengdur hérna upp í plus, þetta er PNP og hann tengir þegar hann skynjar þá er hann að gefa samband, þá leiðir hann hérna. Plusinn tengir hann hérna út á útganginn og þess vegna erum við að fá hérna 0 volt, þess vegna mælist 0 volt yfir hann en þá myndum við fá sem sagt merkið 24 voltinn yfir álagið eða yfir innganginn á inntölvu eða eitthvað slíkt. Þannig að hér er sem sagt sýnt á myndinni álagið, það er teiknað inn á og merkja hvaða spenna mælist yfir transistorinn. Transistorinn er sem sagt frá plus og auðvitað á merki, hann hérna yfir og þess vegna mælist það bil 0 volt að spenna þar, eða mjög lang spenna. Eigum við matur? Já, eigum að segja þetta gott í bili og halda svo áfram eftir mat. Já. Ok, 13:10. Gerum það.